Í þessari kynningu ætla ég að fjalla styttingu vinnuvikunnar í dagvinnu. Helstu breytingarnar með þessum kjarasamningum að það heimilt að stytta vinnuvikuna niður í alltaf 36 stundir, þar að segja 4 stundir á viku. Þessi stytting á að taka gildi í síðasta lagi 1. janúar 2021 en það heimilt að hefjast handa fyrr ef það samkomulag það á vinnustaðnum. Megin markmiðið með þessum breytingum að bæta vinnustaðamenningu og nýtingu vinnutíma. Það líka að stuðla að bættum lífskjörum og svo það þá að bæta samræmingu fjölskyldu og einkalífs. Staðan í dag sú að vinnuvikan hefur verið óbreytt í nærri því 50 ár og þess vegna þetta stór áfangi að mati okkar hjá BSRB að það hafi tekist til að stytta vinnuvikuna í þessum kjarasamningum. Styttingin verður innleidd á hverjum vinnustað fyrir sig og það hægt að stytta niður í alltaf 4 stundir á viku og það án launaskerðingar. Fyrirkomulag verður með þeim hætti að samtali verður tekið inn á hverjum vinnustað fyrir sig og það meiri hluti starfsfólk sem ræður niðurstöðunni. Þannig að þau ákveða breytingu á vinnufyrirkomulaginu og þau þurfa að ræða sig niður á niðurstöðu sem tekur mið af því hvaða þjónustöðu verða að veita. Og hluti af því sem þarf að ræða að velta fyrir sér hvernig sé hægt að breyta verklagi, hver beri ábyrgð á hvaða verkefnum, hvort það sé óskýrleiki í hlutverkum, hvernig að fara með skreppinn og hvernig að breyta matar- og kaffitímum. Og spurningin sú hvort það að stytta daglega eða vikulega eða með blönduðum hætti. Það getur verið mjög misjafnt út frá þeirri starfsemi sem á hverjum vinnustað fyrir sig. Og hjá sumum vinnustöðum þá gæti verið möguleiki að hver og einn starfsmaður fá að velja fyrir sig en ekki að það sé heildarfyrirkomulag sem sé eins fyrir alla. Vinnuferlið hefst með þeim hætti að fyrst skipaður vinnutímahópur sem forstöðumaður kalla saman og fulltrúar í þeim hópi eiga að vera starfsmenn sem endurspegla fjölbreytileika starfa inn á viðkomandi vinnustað. Og þegar nefndin hefur störf þá mun hún fá fræðslu frá svokölluðum innleiðingarhópi þar sem verður fjallað það hvernig hefur tekist til á öðrum vinnustöðum, þannig að sé verið að horfa til fyrirmynda og það verið að leggja upp þær spurningar og samtalspunkta sem þarf að taka fyrir á vinnustaðnum til þess að sjá hvernig megi stytta vinnuvikuna og síðan þá unnið að tillögum styttinguna og loks fer það í atkvæðagreiðslu meðal starfsmanna þar sem þeir ráða niðurstöðunni. Dæmi þær breytingar sem hægt að vinna að til dæmis sú að ef það farið í fulla styttingu, það stytt 4 stundir á viku, að þá geti daglegu vinnutími verið þannig að hann hefjist klukkan 8 en hún ljúki klukkan 12 mínútur yfir 3 og hluti af því þá að hingað til hefur það verið venjan hjá opinberum starfsmönnum að þeir taki kaffitímana sína út í matarhléinu og það þá 35 mínútur og ef við höldum áfram sama skipulagi á vinnunni að fólk sé að grípa sér kaffibolla og síðan fari í sitt matarhlé, ekki endilega á skipulögðum tíma en í kringum hádegið og fái svo líka að grípa sér kaffibolla eftir hádegi að þá hægt að stytta 4 stundir. Ef að fólk vill hins vegar hafa skipulögð matarhlé á deginu þar sem þau hafa sjálf forræði á sínum tíma og hann tímasettur að þá hægt að breyta styttingunni þannig að það sé ekki að öllu leyti 4 stundir á hverju viku. Annan möguleiki ef fólk ætlar að fara í fulla styttingu 4 stundir á viku að mánudagur til fimmtudagur að þá sé unnið á hefðbundnu tíma, það sé mætt klukkan 8 og vinnudegi ljúki klukkan 4 en þá á móti að það sé unnið til hádegis á föstudögum. Og það líka hægt að breyta þessum dögum að það sé 1 vikulegur dagur sem tekin undir styttingu og það hægt að velja hvaða vikudagur það Síðan þá líka hægt að stytta mánudag til fimmtudags hálftíma, þannig að fólk sé að vinna frá 8 til hálf 4 en sé að fara klukkan 2 á föstudögum. Það ýmsir valmöguleikar í boði. Það sem kemur til í styttingu vinnuvikunar í dagvinnu að atvinnurekendur að leggja fram styttingu upp á 13 mínútur á dag sem mun koma sjálfkrafa.
en hins vegar byggir það á samtali innan vinnustaðana hvort að þessi hægt að skipuleggja sig betur og þannig að stytta vinnutíman án þess að hafa áhrif á starfsemina og stuðla að þessum jákvæðu eiginleikum sem við erum að reyna að ná fram á vinnustöðunum. Ef það næst ekki samkomulag á vinnustaðnum, að þá styttist vinnuvikan 65 mínútur á viku eða 13 mínútur á dag og þá verður það þannig að fólk mætir klukkan 8 og tekur sín hefðbundnu matarhlé í 35 mínútur og vinnudeginu lýkur þá klukkan 15:47. Ef það er tekið út hins vegar vikulega, þá mætir fólk áfram milli 8 til 16 og getur þá farið fyrr einn vinnudag, til dæmis á föstudögum, og þá mætir það klukkan 8 en vinnudeginu lýkur þá klukkan 5 mínútur í 3. Síðan er hægt að fara aðrar leiðir þarna á milli og velja það hvort að skipulagður matartími sé að einhverju leyti styttri heldur en 35 mínúturnar og þá er hægt að stytta vinnutíma sem að því nemur á móti. Breytingarnar eiga að taka gildi ekki síðar en 1. janúar 2021 en það er heimilt að hefjast handa fyrr ef það er samkomulag það á vinnustaðnum.